Heyrðu ok, segi ég. Sko í þessum parti, þessum vídeóvút, þá ætlum við að fara í dæmi 3.21 og covera 3.24. Öll þessi dæmi ganga út á það að við erum með eitthvað kassa, en ekki hvað, og það er verið að tosa hann á ská með einhverjum krafti F. Ok, nema við viljum ekki vinna með krafta sem eru svona á ská. Við viljum bara vinna með krafta sem eru annarkvæmt bara láréttir eða lóðréttir. Þannig að það sem við viljum gera, við viljum taka hann kraft og breyta honum þannig að hann er láréttur og lóðréttur. Af því ef þú tosar í svona kassa á ská, þá ertu jú bæði, þú ert að tosa hann áfram, þú ert líka að tosa hann aðeins upp frá gólfinu. Þú ert að gera hvort tveggja. Þannig að við ætlum að segja að þessi kraftur F, hann jafngildir því að tosa hérna til hægri með einhverjum krafti sem við köllum Fx og að tosa upp með krafti sem heitir Fy. Og sjáu að ef við teiknum Fy hérna megin, teiknum hérna, þá myndar þetta hérna 90 gráðu þrýrning og þannig kemur hornaföllajöfnunar inn í þetta við að finna út þennan lárétta kraft og þennan lóðrétta kraft. Ok, þannig að ef við tökum bara hérna einfalt dæmi, segjum sem svo að þetta sé 70 Newton og þetta er ekki rétt teiknað, en segjum að þetta séu 60 gráður og við viljum finna Fx og Fy og þá vitum við það að kósinus af horninu jafngildir aðlæg hlið deilt með langhlið. Það er að segja að kósinus af 60 gráðum er aðlæg hlið. Aðlæg hlið er ekkert annað en Fx. Það er þessi lárétti hlutur hérna. Þetta er hliðin sem liggur að þessu horni. Langhliðin er 70. Þannig að núna í staðins að þessar hliðar séu með eitthvað lengdar, þá eru það bara jafngilda kraftinum. Og þegar við einangrum hérna Fx, þá fáum við að Fx er sama sem 35 Newton. Gera það sama með sínus, til þess að reikna Fy og þá fáum við svona jöfnu. Þetta er 60,6 Newton. En reglan er sem sagt þessi hérna, að til þess að finna Fx þá tökum við kraftinn á ská og margföldum hann með kósinus. Ef við erum að finna lóðrétta kraftinn, tökum við kraftinn sem verkar á ská og margföldur með sínus. Þannig að þetta virkar alltaf þegar er verið að tosa kassa á ská. Ok. Herðu, tökum núna smá dæmi hérna. Segjum að við erum með kassa hérna. Þið þurfum að sjá þetta. Og það er verið að tosa hérna 30 gráður, 40 Newton krafti. Og við ætlum að fara að reikna út hitt og þetta, varðandi þetta. Þannig að fyrst sem ég geri er að reikna út hérna Fy. Það er þá 40 sinnum
sínus af 30 gráðum. Þetta eru 20 newton. Ok, þannig að ég ætla að gera núna, ég ætla að taka dæmið og bara teikna það upp á nýtt. Og í staði fyrir hennar kraft sem á ská hérna, þá ætla ég að teikna kraft sem hérna beint upp, sem heitir F-y, og kraft hérna sem beint til hliðar sem heitir Fx. Ok, aðri kraftar, F þér gólfið að ýta á móti, svo þessi kassi detti ekki ofan í jörðina. Talandi jörðina að tósa hérna með þessum krafti. Ok, við getum reiknað Fg sem bara m sinum g. Það er 9,8 sinum 10. Við ætlum að hafa að þessi kassi sé 10 kíló. Skrifum hérna m er sama sem 10 kíló. En hvað er þá F þver? Hvað er F þver stór? Þá þurfum við að segja að kraftan upp, F upp, sama og kraftan niður, F niður. Hvað verkar upp? Upp að verka F þver og Fy. Og niður verkar Fg. Það eru núna 3 kraftar sem að verka í lóðrétta átt. Þá þurfum við að skrifa þetta svona upp. Þannig að F þver verður sama sem Fg mínus Fy sem er sama og 98 mínus 20 sem er 78 newton. En fyrsta verkefni hérna var að taka hana kraft sem verkar hérna ská og breyta þessu þannig að það lítið svona út. Af því að þetta dæmi hérna, þessi teikning hérna hægra megin, hana þekkjum við og við kunnum hana. Það er alltaf lagi átt að sé ykkur að tósa hérna kassan upp, það er alltaf lagi eitthvað sem tósa kassan til hliðar. Við þekkjum það, en ekki fyrir að tósa svona ská. Þannig að þá er það að nota þessa hérna jöfnur. Fx er sama sem f sinum cos þeta og Fy er sama sem f sinum sinus þeta. Þetta breyta þessu. Ok. Þá koma þessi dæmi hérna. Verkefni 3.21. Reiknaði Fx og Fy. Já, það eru bara þessar hérna jöfnur sem við vorum að tala um. Þverkrafturinn, við vorum að gera svoleiðis dæmi og sýnidæmi hérna á undan er bara nákvæmlega þannig. Reiknaðu hver er núningskrafturinn ef núningsstöðlinn þetta bla bla bla. Núningskrafturinn er reiknaður svona. Hérna er múið okkar, það er þá 0,3. Og F þver er úr bíliðnum. Síðan hver er hröðun kassans, þá þurfum að nota F heild sama sem m sinum a. En það er góð spurning hérna, afsakið, í delið, hver er hröðun kassans? Sko það sem mun fá út er eitthvað svona. Hérna er eitthvað Fx og hérna er eitthvað F nún. Ok. Og í þessu dæmi þá verður F heild, það verður þá Fx mínus F nún. Þannig þegar við komum með F heildina hérna, þá getur þið notað það til þess að reikna út hröðunina í þessu dæmi. Ok, progress. Dæmi 3.22. Æjups, núna fara alltaf fleiri ferð. Já, hver er massi kassans? Það er gefið upplýsingar og hann fær eitthvað hröðun.
og þá er bara strax verið að fiska eftir þessu hérna. F heild er sama sem M sinnum A. Þannig að A vitum við, M það sem við spurtum og þá er spurningin hvað er F heild. Og hérna dæmið, svo hérna er verið að tósa ská og við ætlum að taka þetta dæmi og breyta þessu. Þannig að þetta líti svona út. Þetta átti þarna að standa fx. Þetta er f-y. Þannig að hérna, það er engin núningskraftur. Engin núningskraftur verkar á kassan. Það þýðir það að eini krafturinn sem er að tósa kassan áfram, það verður þetta fx. Þannig að fx, það verður f heild. Það er eini krafturinn. F heild er bara að summa allra kraftana og ef fx er eini krafturinn, þá er fx bara heildin. Það verður svona. Dæmi 3.23 er vinsælt meðal nemanda. Það er skemmtilegt. Því að hérna er verið að biðja horn. Ok. Og það sem er lykilatriði hérna er þetta hérna. Nú fyrir bilaði bíllinn á jöfnurhraða. Þetta á að segja okkur eitt. Þetta á að segja okkur að krafturinn til hægri er jafn stór og krafturinn til vinstri. Það er það sem þetta hérna segir okkur. Krafturinn til hægri er jafn stór og krafturinn til vinstri. Og við erum með hérna krafturinn til hægri. Hann er 700. Það segir okkur að krafturinn til vinstri, það er að segja þessi kraftur, hann hlýtur líka að vera 700. Ok? Nú ég veit að krafturinn á ská er 1000 og ég veit að krafturinn til hliðar er 700. Og þá get ég fundið þetta hérna horn. Af því að ég veit að fx er sama sem f sinnum cos af horni. Og þetta fx, það er bara lárétti-parturinn, það er þetta 700. Og f-ið, það er krafturinn sem er á ská. Og þá þarf ég að nota hérna cos í mínus fyrsta. Cos í mínus fyrsta. Og eins og ég gerði í myndbandinu sem var undan þessu. Þá þarf ég að einangra cosið. Þannig að ég deili hérna með f, deili hérna með f. Það hverfur hérna. Þá er ég með cosinu sem hornið er eitthvað 700 deilt með 1000. Og þá þarf ég bara að taka cos í mínus fyrsta af 700 deilt með 1000. Og þá ættu að fá út hornið. Passi bara að reiknivélin eitthvað sé stilt á deg eða d fyrir degrees. Herru, hérna kemur síðan annað klassískt dæmi 3.24. Þannig að hérna er verið að tósa á ská með krafti 40 newtonum og það er tósað í ská hérna undir horni sem er 35 gráður. Já, þetta er ekki A, mikilvægt krakkar, þetta er ekki A, þetta á að vera þeta, þetta er þetta hornina. Þetta er ekki hröðun A hérna. Þetta á að vera alfa sem er líka annað tákn fyrir horn. Þetta er bara 35 gráður. Herðu, og hérna bara breytið kraftinum í láréttan og láréttan kraft. Þannig að þetta verður svona og þetta verður svona. Og þið vitið hröðun kassans. Nú ef þið vitið hröðunina og þið vitið massan, þá getið þið fundið út heildarkraftinn. Þið vitið massan, þið vitið hröðuna, þá getið þið fundið heildarkraftinn. Og heildarkrafturinn, hann er ekkert annað en þessi láréttikraftur mínus f núll. Þannig þið getið fundið út f núll út frá því að vita heildarkraftinn. Það er já, gangi ykkur vel.